Strákar, þið unnuð þessa stuttmyndakeppni í þemaflokknum þar sem þemað var ungt fólk gegn ofbeldi, en það er nú samt rosalega mikið ofbeldi í þessari mynd ykkar. Hverju eru þið að reyna að koma á framfæri? Tja, þetta er svona svo í He-Man. Já, það fengum minna hugmyndina að það sem He-Man berst gegn ofbeldi með ofbeldi en síðan kemur með endan. Krakkar, haldið ykkur frætilugum. Svona boðskapur. Þannig að þið eruð að reyna að koma ákveðnum skilaboðum á framfæri. Já. En svo tók ég eftir því í þakkarlistanum hjá okkur að þið þökkuðu manninum með Morgunblaðið. Getið þið útskýrt það aðeins? Já, þannig að við vorum að mynda og kom maður með Morgunblaðið og spjallaði við okkur og bara gaman að fá að komið og heilsaði upp á okkur. Gaf hann ykkur góð ráð? Hann sagði okkur að hverjir ætti að fá Morgunblaðið og við ættum að setja það aftur í pokann ef við myndum alltaf að skoða það. Kom það ykkur óvart að vinna? Já, mjög mikið óvart þar sem við tókum aðalega þátt bara svona upp á gamaði. Við bjöggumst við miklu fleiri myndum en þær voru bara 2. Og já. Þannig að áhuginn fyrir þessu listformi hérna á Akureyri er kannski ekki nógu mikill? Nei, greinilega ekki. Haldið þið að þetta verði til þess kannski að vekja meiri áhuga krakka á ykkar aldri á þessum möguleika að tjá sig, ef við getum sagt svo? Ja, við ætlum að vona það. Það verður gaman að sjá fleiri myndir á næsta ári. Þátt aftur á næsta ári? Já, þú kannski fær maður meiri verðlaun. Þannig að þið ætlið að reyna að verja titilinn? Já, verður maður ekki að gera það. Þá verður þátturinn ekki lengri að þessu sinni. Við erum hér aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.